Þetta safnasafnið á Svalbarðsströnd. Það vekur eftirtekt þegar ekið eftir þjóðveginum og þegar inn komið taka við björt rými þar sem njóta má listsýninga eftir lærða og leika listamenn, þar sem flétta saman nútímalist, alþýðulist og handverk og hérna merkilegt brúðusafn, góður bókakostur og gömul verslun. Alþýðulist leikur aðal hlutverkið í safnasafninu. Níels Hafstein segir hægt að útskýra hugtakið alþýðulist í löngu máli en hérna stuttasvarið. Alþýðulist trúlega sá partur af myndlistinni sem búið til í heimabyggð eða svona tiltölulega þröngu samfélagi. Þar sem fólk hefur ekki mikil viðmið. Þetta var reyndar svolítið breyst með sjónvarpi og neti. En undir þessa skilgreiningu fellur kannski fólk sem leita sér ekki fræðslu eða menntunar á þessu sviði. Hversu stórt safn þetta? Í fermetrum þetta samtals 980 fermetrar, þú vilt vita það, og síðan þetta nokkri sýningarsalir, bókasafn og geymslur og fjargeymslur og listaverkaeignin, hún vex hröðum skrefum. Það svona, ætla að sé ekki 14.000 verk í grunndeildinni. Það skiptast á 2 stofur og síðan meðal annars og síðan eign upp á svona cirka 120.000 verk eftir einn mann sem við fengum fyrir nokkrum árum að gjöf. Það hefur verið varðveitt. Þannig að þetta safn. Já, og svo líka náttúrulega því við erum með ýmis sérsöfn inn í þessu safni. Eins og erum við textíldeild og gamla verslun og svo er það brúðusafn sem tengist inn í alþýðulistina líka. Margt af því er búið til jafnvel í þröngum kreðsum, jafnvel í Afríku og Austurlöndum fjær. Níels segir að árlega berist safninu fjöldi muna, ekki sé hægt að taka við öllum verkum. Við tökum við ef það tengt alþýðulist og jafnvel líka nútímalist. Og síðan hefur það gerst vegna búðarinnar hérna uppi sem Verslun Ásgeirs G. Gunnarsson í Reykjavík. Svona með smá breytingum hefur orðið að til dæmis í fyrra þá tókum við stóru safni af ylvarsglösum að þau pössuðu inn í þessa verslun. Þetta voru eitthvað 250 glös sem til sýnis núna uppi og þetta mjög skrautlegt í laginu og litríkt og tappaður oft eins og litlu skúlptúrar og meðal annars eitt stykki eftir Picasso. Eitthvað hægt að skilgreina hvað einkennir alþýðulist? Það svona já, þetta tekníkin kannski barnsleg og svona sjálfsbrottin og svolítið framhleypin menn oft tíðum, sumir vanda sig ekki, aðrir gera það. Efnið getur verið hvað sem Fólk kaupir yfirleitt ekki dýra striga og rammarinn, heldur þetta svona frekar í grófari kantir oft tíðum. En þetta fennur svolítið eftir því hvers konar alþýðulistamaður að ræða því að þeir geta verið, þeir eru 7-8 flokkum og einn flokkurinn fjallar fólk sem tekur viðbragð við samfélag sínu, einhverjum áföllum eða veikindum og þess áttar og þá verður þetta allt í grófara lagi. Níels segir að allskyns fólk heimsæki safnasafnið og það skipt sýningar á hverju ári. En hvernig verður sumarið í safnasafninu? Nú veit ég ekki, nú þetta að koma í ljós svolítið sérstakt ástand út af Vaðlaheiðargöngunum. Það það að þau eru svo, að leiðin út þetta svo illa merkt. Hérna við komið fullt af fólki sem komið bara upp að gána minnum og þarf annarkvæmt að bakka eða snúa við eða halda áfram og koma tilbaka. Þannig að ef þetta lagað þá ætti það nú að svo sem að lagast. En svo annað sem í gangi, það Norðurstrandarleið og hún verður opnuð með pomp og prakt hérna 8. júní, þá verður þetta miðpunktur á þessu svæði og þá voru það yfirleitt erlenda ferðaskrifstofur sem skipuleggja ferðir þá út með ströndinni og vilja losna við hraða umferðarinnar á aðalbrautinni. Hvernig stendur á því að þið eru með brúðusafn? Það svolítið sérkennilegt að það var þannig að kona mín var í Kolaportinu sem aftan, hún var að kaupa þá textíl og þá koma þarna systkini, reyndafræg systkini, Jóhanna Kristjánsdóttir og Bragi Kristjánsson og að selja brúðusafn móður þeirra. Jóhanna hafði verið dugleg að afla þeirra
á ferðu sínum erlendis og Bragi sjálfsagt líka og fleira fólk í fjölskyldunni. Og þetta voru 90 stykki og þetta voru fallega brúður og Magnús féll fyrir þessu og keypti þetta fyrir ekkert mjög mikið pening. Og meðan hún var að greiða þetta þá var bankað í öxlina á henni, kona frá Akranesi og sagði má ekki senda þér nokkra kassa. Þannig að þetta rúllaði svona af stað. En þetta hefur náttúrulega komið þannig út að þetta er svona mjög jákvætt fyrirbæri í safningninni vegna þess að útlendingar til dæmis að þeir fara þannig inn í stofuna og þá gera þær athugasemdir ef að þeirra land vantar þarna inn eða þá þeir gera athugasemdir við það að þarna skuli ein þjóð vera við hliðina á annarri sem eru kannski svefnsáttar og þá það kom fyrir mér að koma alveg titrandri fram í andir og vilja að þetta sé leiðrétt. Þannig að og svo þetta margt fallegur textíl og sumt af þessu búið til svona af einhverjum vanefnum en þó einhverjum neista. Það eitthvað í þessu sem að hillar þá sem skoða. Það getur verið vandaverk að halda á til lifandi safni. Þess vegna þarf sjálfsgagnrýni að vera stöðug. Sko þetta náttúrulega, maður alltaf að kritisera sjálfa sig og það sem í þessu safni og finna einhverjum hnökra til þess að laga þá. En safnið náttúrulega sjálft hefur byggst upp á vilja og hugsjón og ástríðu og launalausu starfi okkar tveggja alveg frá upphafi og síðan með góðri aðstoð velunnara og stjórnarmanna. Og þannig getum við haldið þessu á floti en því ekki að leyna að það vantar fyrir í reksturinn því að til þess að geta sinnt eigninni betur þyrfti að vera með 10 starfsmenn. 3 í skráningu og svo forvörður og kynningafulltrúar og svo framvegis eins og við öðrum söfnum. En hingað eru sem sé allir hjartanlega velkomin? Já, þeir eru það. Bæði núna og svo seinna þegar við erum búin að byggja við.